Í síðara Pétursbréfi 1. kafla, vers 5-8 segir: Leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Því að ef þér hafið þetta til að bera og farið vaxandi í því, munið þér ekki vera iðjulausir í ávaxtarlausir í þekkingunni á drottni vorum Jesú Kristi. Þessi orð eru full leiðbeininga og slá á grunntón sigursins. Postulinn sýnir hinum trúuðu stiga framfara í kristilegu lífi, en hvert þrep hann sýnir þroska í þekkingunni á Guði, og við klífum hann á ekki nein stöðnun að eiga sér stað. Trú, dygð, þekking, bindindi, þolgæði, guðrækni, bróðurelska og kærleikur eru þrep stigans. Við frelsumst með því að klífa þrep eftir þrep, stíga skref fyrir skref til hæðar þeirrar hugsjónar sem Kristur ætlar okkur. Þannig hann gerður okkur viska og réttlæti, helgun og endurlausn. Það á ekki að hafa í huga eða reikna með í byrjun öllum þessum skrefum sem koma hvert og eftir öðru. Með því að beina sjónum ykkar að Jesú og ef þið berið dýrð Guðs fyrir brjósti, munið þið taka framförum. Með því að taka eitt skref eftir annað hægt að klífa hina hæstu brekku og ná að lokum fjallstindinum. Látið ekki hugfallast vegna hins mikla starfs sem þið þurfi að framkvæma á ævinni, því það ekki farið fram á að þið gerið það allt í einu. Leggið alla hæfileika ykkar í verk hvers dags, hagnýtið ykkur betur og betur hvert dýrmætt tækifæri, metið þá hjálp sem Guð veitir ykkur og látið þokast áfram upp eftir stiga framfarana þrep fyrir þrep. Minnist þess að þið eigið ekki að lifa nema einn dag í einu, að Guð hefur gefið ykkur einn dag og skýrslur himminsins munu sýna hvernig þið hafið metið forréttindi hans og tækifæri. Mættu þið svo nota betur og betur hver dag sem Guð gefur ykkur. Guð ætlast til þess að við leggjum okkur fram að upplifa sannleikann í okkar lífi. Hann vill að við beitum vilja okkar til að lifa fyrir hann. Leggur þú þig allan fram að gera trúargönguna að ástríðu í lífi þínu? Kristnir menn geta ekki litið á kristni sem áhugamál. Ef við verjum litlum tíma í að móta eðlu okkar, þá uppskerum við aðeins í samræmi við það. Kristilegt líf miklu meira en áhugamál. Það eitthvað sem við ættum að helga líf okkar fyrir. Taktu eftir því hvernig Páll gerir kristni að lífi sínu, þar sem hann segir í Filippibréfinu 1. kafla 21. versi: Því að lífið mér Kristur og dauðinn ávinningur. Lágt settur einstaklingur innan fyrirtækis þjálfaður til starfa undir reynslu og áhrifum yfirmannsins. Þannig á hinn kristni að starfa undir áhrifum frá Guði. Hinn kristni ætti því að lifa lífi sínu að staðfestu. Við getum ekki notið eigna okkar nema við notum þær. Hinn guðlega tilhneiging ekki sjálfvirk vél sem framkallar kristna persónu án okkar þáttöku. Uppskera bóndans verður ekki til af sjálfum sér. Hann verður að gera ákveðna hluti til að gefa ræktun sinni vöxt. Hinn kristni verður að gera ákveðna hluti til að gefa lífi sínu umhverfi til vaxtar. Hann verður að leggja sig allan fram við að koma á loforðum Guðs inn í líf sitt, svo hann geti vaxið. Guð hefur hlutverk og hinn kristni hefur hlutverk. Aðeins Drottinn getur að lokum gefið vöxtinn. Staða okkar frammi fyrir Guði ekki breytileg, en ástand okkar breytilegt, því það upplifunin af stöðu okkar. Þessi röð mikilvæg. Fyrst kemur staða okkar, síðan ástand okkar. Fyrst kemur staða okkar frammi fyrir Guði og síðan fylgir ábyrgð okkar í þeirri stöðu. Guð frelsar okkur fyrst af náð,
Og nú þegar við höfum gjöf eilífs lífs, nýtum við okkur það, okkur til uppbyggingar. Í Efesusbréfinu 4. kafla 1. vers segir: Ég bandingi vegna Drottins, áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem samboðið þeirri köllun sem þér hafið hlotið. Köllun okkar staða okkar frammi fyrir Guði í Kristi. Gangan okkar hvernig við nýtum okkur þá stöðu, okkur til uppbyggingar. Við þurfum að nýta okkur stöðu okkar sem Guð gaf okkur.